Jæja, góðan dag. Og þá setjum við fund nr. 481, bæjarstjórnar Grindavíkur, haldið hér í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 27. febrúar 2018 og hefst núna klukkan 17. Fyrir liggja allavega 12 mál og svo fundagerðir. Ég held að okkur sé ekkert að vandbúnaðin að byrja. Það er bara fyrsta mál. Það er fiskeldi á iðnaðarsvæði I5, matsáætlun. Er að ræða stækkun og við myndum kannski fá hérna sviðsstjóra til að svara fyrirspurnum og fleira. Ármann, gjörðu svo vel. Takk, ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Fyrir liggur sem sagt matsáætlun. Þessi framkvæmd er matsskyld. Hún er í A-flokki framkvæmda samkvæmt lögum um mat- og umhverfisáhrifum og þetta er svokölluð matsáætlun. Svo fáum við inn á borð til okkar frummatsskýrslu og svo kemur sjálf matsáætlun. Hér erum við að fara yfir bara ekki að mér vitandi. Þeir eru með núna inn á deiliskipulaginu reiti fyrir meira en helmingi meiri stækkun sem þeir eru með í dag, sko.
á þeim lóð sem þeir hafa fengið. Já, það er þá bara eitthvað sem að fer í gang þegar matsáætlunin er búin og það er þá ekki á örugglega, já, 2019, mitt ár þá. Þannig að þeir eru ekkert að stækka byggingar yfir? Ég hef ekki haldið það í þessu holli. Nei, ekki þessum áfanga. Núna snýst þetta aðallega það hvort að þeir séu að gera nógu vel grein fyrir framkvæmdinni og þetta er svona undanfarið þess. Svo endar þetta á byggingarleyfi og það sem er á undan byggingarleyfinu er náttúrulega deiliskipulagið ef þeir hafa einhverja hugmyndir um að breyta því, mögulega kannski á þjónustubyggingum og öðru og svo er matsskyldan. Byrjum á matsáætluninni, svo förum við í deiliskipulagið ef þeim þóknast og svo er framkvæmdaleyfi. Þannig að þetta mun koma inn á borð til okkar hvort sem það sé í formi endurskoðunar á deiliskipulagi eða umsóknar um byggingarleyfi og svo matskýrslan í endan allavega 3 svar. Þannig að ég hveti ykkur bara til þess að kynna ykkur bæði stöðuna og skjölin og mitt mat er það að þetta sé bara til fyrirmyndar og lýsa framkvæmdina bara mjög vel. Ef það er ekki fleiri spurningar þá bara Takk fyrir það, Ármann. Orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er nú ekki hægt annað en að fagna þessu að þau séu að fá fljúgandi start og hugsi strax bara ætli sér strax að tvöfalda framleiðsluna og þannig að ég bara fagna því og styð það náttúrulega að við gefum þeim tökum jákvætt í þetta, hvernig sem við afgræðum þetta en það er náttúrulega, það er ekki hægt að líkja þessu fiskeldi við það fiskeldi sem er annars staðar í öðrum sveitarfélögum þar sem er verið að rækta fisk út í sjó. Þannig að mengun og annað hlýtur að vera miklu minni og svona öruggara eldi þannig að þetta hlýtur að vera jákvætt fyrir alla aðila að við færum þetta fiskeldi sem mest upp á land. Þannig að ég bara fagna því og þetta lítur að vera vitnisburður eins og ég segja það að þetta bara gangi vel. Takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú ef það er enginn sem er hvað sem hljóðs að þá hverju eru samþykkir og að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við þessa matsáætlun, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 2, Mánagerði 6, umsókn um byggingarleyfi. Þið eru með gögnin hjá okkur. Skipulagsnefnd hefur tekið máli fyrir. Fer þess á leitu bæjarstjórn að samþykkja áformum að undanskildu grenndarkynningu og ef ég ekki verið fram á mig. En það er kvöðum það, má sjá. Já, með fyrirvara grenndarkynningu fyrir eigendur Mánagerði 4, Austurvegi 12 og 14. Skipulagsnefnd bendi jafnframt á að ekki er heimilt að breyta bílskúr í séreign. Nú, orðið er laust og þeir sem taka þá undir með skipulagsnefnd og samþykkja áformi með þessum annmörkum, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þriðja mál, það er íþróttahús, útboð. Eins og við vitum að þá fór þetta í útboð og við fengum allavega 4 tilboð þegar við fer rétt með.
og þið erum með gögnin fyrir framan ykkur. Tilbúin, en undir þessu lið orðið er laust. Það vantar eiginlega kannski Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég fagna því náttúrulega að það séu heimamenn sem eru þarna lagsbjóðendur og verktaki sem við þekkjum vel. Þó að þetta tilboð sé eitthvað aðeins yfir kostnaðaráætlun, þá læt ég þá nú alveg vera. Nú, forsögu málsins þekkja menn nú vel. Að því nú svona kosningar í bráð, þá get ég ekki stillt mig að svona minna á það að þetta var kosningaloforð hérna Sjálfstæðisflokksins að byggja nýtt íþróttahús og lofuðu því að byggja hérna íþróttahús fyrir 250 milljónir. Ég held mér að það átti að vera stærra, sem búið að minnka það eitthvað. Nú staðreyndirnar eru hérna, þetta tilboð bara í þennan verktátt er hérna eitthvað yfir halvan milljarð. Nú það er búið að kosta einhverja 20 miljóna að hérna jarðvinnan og hönnunarkostnaðurinn eitthvað. Ég skal nú ekki alveg fara með það hvað það er mikið. Þannig að bara svona svo að menn falli nú ekki alveg á í næstu kosningum fyrir svona bellibröðum, að þá vil ég svona bara benda á þessar tölur. Þetta sko, við skulum látum ekki blekkja okkur ár eftir ár og trekk í trekk. En þetta er komið á það stig og við einhendum okkur öll í að klára þessa byggingu. Það er alveg full þörf á henni og miðað við þessa fjölgun sem er í bæjarfélaginu, að þá er alveg full þörf á að bæta íþróttaaðstöðuna. En svona bara, ég mátti til með svona að benda á þessar tölur að ég ætla ekki að fara að giska á í hverju þetta endar, en staðreyndin er allavega liggur á borðinu þá hvað þessar tölur eru komnar í. En ég fagna því að það eru heimamenn sem eru lagsbjóðendur í þetta verkefni og mun bara styðja það að ganga til samninga við þá. Takk fyrir það, Páll. En það er svo sem það er best að ég fari yfir, ég er búinn að setja sjálf mig á mælendaskrá. En þriðjudaginn 20. febrúar á bæjarskrifstofu Grindavíkur þá voru opnuð tilboðin og þau voru eftirfarandi. Eða það er að segja, ég er nú ekki með tölur af hæstu tilboðunum, en af lagsbjóðendum þá var Hásmíði og Grindin og tilboð var upp á 518 milljónir 071 sem er 107% af kostnaðaráætlun. Þannig að það sé hart. Nú annað, að það var minnst á 250 milljónir fyrir hús og kosningaloforð. Menn verða að hafa það í huga. Þegar að það var sagt, þá var einungis æfingarhús, strípaða innan, ekki ætlað fyrir neinar aðrar íþróttir. Þetta hús sem við erum að byggja núna er með æfingaaðstöðu fyrir taekwondo og judo, 300 fermetra pláss og geymslur undir. Það bætist við megum ekki gleyma því. Þegar að menn fóru af stað með þetta og ætla að byggja annað íþróttahús, þá þurfti að huga fleiru. Það var búið að byggja skrifstofur og fleira fyrir judo og aðra deildir en þeir höfðu enga iðkunarstöðu. En við sáum til þess að það þýðir ekki bara að standa við sitt, það þarf að mæta fleirum. Og því stækkaði verkefnið í meðförum og væntanlega komast fleiri að. En það var aldrei neitt kosningalofur hjá einum eða neinum, en nú búið að byggja upp aðstöðu og ég fagna því, Páll, að við getum öll fagnað því að nú leysist nokkra hnúta í framtíðinni, æfingaraðstöður fleiri og
öll þessi aðstæða verða okkur til sóma. Orðið er laust. Guðmundur, þú svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að taka þátt í því með þeim tveimur hér töluðu áðan að lýsa yfir ánægju minni að þetta er loksins komið á koppinn. Það er búið að vera í ferli í ansi langa tíma eins og tekur með viðlíka byggingar. Það er rétt að við sjálfstæðismenn ætlum upp að við að byggja eingöngu annan íþróttasal við hliðina á Kálfavelum sem að svo var. En í ferlinu þá breyttist það og ég man ekki betur heldur að Páll hafi verið sammála því að taka bara Kálfavelin burt og byggja þetta allt í einu. Þannig að þá breyttist málið ansi mikið og það vita hér allir inni að það búið að vera vöntun og æfingarfræði fyrir bardagaíþróttir og við erum búin að lofa því ansi mörg kjörtímabil að byggja undir bardagaíþróttirnar, bæði júdóið og taekwondo. Og með þessu er það að hafast. Einnig fáum við góða geymslur á neðri hæð þar sem Kálfavelin var og í þeirri millibyggingu fyrir búnað tengdum þessum íþróttasölum báðum. Þannig að þetta hefur vissulega vaxið að umfangi. Þannig að maður getur svona hálftóast með það. Sumir sögðu í byrjun þetta væri allt of stórt, aðrir segja í dag þetta er allt of lítið. Það skiptir svo mikið eftir máli hversu stórt þetta hefði orðið að lokum. Maður getur alltaf hálftóað hversu stórt þetta ætti að vera. En þetta er niðurstaðan. Og í framhaldinu þegar núverandi áhorfandi aðstaða hverfur úr núverandi sal þá verða settir upp bekkir eða sæti við í þessu sal. Þannig að þetta verður öllu betra heldur en nú er. Og ég held að við getum öll hér í sveitarfélaginu bara bænt þess að nota þessa mannvirkis í þaula þegar þar að kemur. Takk fyrir. Já, takk fyrir það Guðmundur. Þórir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og kæru bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara aðeins yfir þetta mál. Ég er nefnilega sitið í þessari nefnd og fyrsti fundurinn okkar í þessu var 27.11.2014. Þá var talað að við ætlum að fara í, eins og segi, stækka kálfinn. Það var tillaga G og þá var talað 150–200 milljónir. Það var alltaf talað fyrst. Svo man ekki betur til að Páll Jóhann á einhverjum bæjarstjórnarfundinum sagði okkur rífum ekki kálfinn, byggjum bara almennilegt hús. Ég tel að nefndin hafi allan tíman unnið vel saman og alltaf verið sátt við allt sem við vorum að gera. Auðvitað eru alltaf spurningin krónur og aura hvað þetta eigi að kosta á endanum, skilur við. En ég held að við séum að bara gera rétt að þetta sé eins og við erum að tala að klára þetta svona. Þetta eru 518 milljónir sem við fengum síðasta tilboði frá grindinni og ég fagna því að þetta sé heimamenn sem að koma að þessu. Helst ég vilja klára allt saman en varðandi það sem að inni það vantar þarna innréttingur og annað á neðri hæð hússins. En ég ætla bara að þakka nefndinni og bara okkur fulltrúum sem voru í þessa nefnd bara fyrir gott samstarf og ég held að nefndin hefur bara unnið þetta mjög vel og ég er bara sáttur við þetta. Já, takk fyrir það Þórir. Orðið er laust. Vissulega þökkum við nefndinni fyrir. Ég segi eins og Þórir að ég held að menn hafi lagt sig alla fram við það að ná sem hagstæðustum kjörum í þessu við byggingu þessa hús
þið þekkið svo sem forsöguna, það var smávægileg töf á því en eins og við þekkjum að búum við í Grindavík og okkar ágætu tæknimenn og fleiri hafa nú reddað þeim hlutum þannig að það ber enga kvíða. Þetta er bara að halda áfram með verkið. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, enda er ég að fagna þessu verki eins og aðrir. Ég var bara að benda á tölunar að menn leggja upp með einhverjum 200-250 milljónum og það er komið í kannski, ég veit það ekki, 600. En ég held að ef ég skildi það rétt og að þá er þetta ekki eins og fullkláru bygging að það á eftir fyrir að fullnaðar aðstæða fyrir júdó og taekwondo á svo eftir að klára seinna sko. Þannig að svona það er einhver bráðabirgða. Er það ekki þannig að það á eftir að klára það? Þannig að það vantar svona eitthvað eitt og annað í þetta. Það er alveg rétt eins og hefur komið fram hérna að ég benti nú á að það væri kannski ekki mikið vit í því að fara að byggja ofan á kálfinn og byggja fyrir endan á kálfinum og við hliðin á kálfinum. Þannig að það var þá, taldi ég það nú og til það en að það sé nú skynsamlegra bara að rífa það sem eftir var af honum þegar það væri búið að tæta allt innan honum og ætti að fara þennin út í allar áttir. Þannig að það var ekki, ég tel nú en að það hefur verið skynsamlegt en ég var svona bara aðeins að benda á þessar tölur svona mátti til að gera það að þetta er kannski ekki tvöföldun á því sem er lagt þér upp með, þetta er kannski þreföldun og jafnvel meir en ég trúi á því að við sameinumst að gera þessa byggingu sem besta að verði að hún verði komin í fulla drift. Þannig að þörfin er mikil, ég er alveg sammála því og fagna þessu bara og ætla hér með ekkert að setja bara punkt við það og ekkert að vera að rifja upp þessa sögu meir þessa allavega þessum áfanga í íþróttabyggingasögu Grindavíkur. Já, takk fyrir það, Páll. Þórir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Já, takk fyrir þetta, Páll. Ég ætla að leiðrétta aðeins með þetta varðandi efri hæðina taekwondo, júdó og það er allt klárt uppi. Það er bara sett mott á gólfið og það eina sem er óklárt það eru hólfa niður fyrir neðri hæðina á kálfinum sjálfum. Þá ættir að ganga frá því, er það ekki rétt Ármann? Svona búnaðsklefar og annað, já. Það er ekki inn í þessu tilboðs. Já. En eins og vorum að tala áðan, þá náttúrulega upphaflega ætlum við að fara með eins og ég er með fundargerð nr. 6 sem er 18.2.2015, þá er talað að maður sjá, er talað lögðum fram kostnaðaráætlun tækniþjónustu SA vegna íþróttahúss sem var stærðinni 36-48 metrar samkvæmt tillögu H. Samkvæmt henni er heildarkostnaður 432 milljónir með öllum búnaði. Þetta voru svona tillögur sem vorum alltaf fyrst. Svo var bara ákveðið að fara út í alvöru íþróttahúss af því við náttúrulega erum að byggja til framtíðar. Og við erum ekki að fullklára, við erum ekki að opna keppnishús eða neitt, við erum bara að klára þetta svona svo sé hægt að nota þetta sem æfingaraðstöðu og annað fyrir körfuboltann. Þannig að þetta er búið að breytast töluvert frá því að við byrjum í þessari nefnd síðan við byrjum í þessari nefnd 2015, 14-15.
Já, það ekki lengra. Já, takk fyrir það Þórir, orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs þá leggur tæknideild til að gengi verði að lægsta tilboði, gengi að tilboði Grindarinnar á 518.071.060. Þeir sem eru samþykkið því, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 4. mál, beiðni um viðauka. Þetta varði innréttingu í Víðilhlíð, Eldri Álmu. Þetta mál hafði nú komið inn hjá bæjarráði. Þar höfðum við samþykkt þennan viðauka að fjárhæð 1470.000. Verði það jafnframt fjármagna með lækkun á handbæri fé, orðið er laust. Og ef enginn hefur kvatt sér hljóð, þeir sem að samþykja þetta gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Nú þá er það 5. mál. Daggæsla barna í heimahúsi. Það eru reglur. Reglur um daggæslu barna lagðar fram til samþykktar. Ein breyting frá fyrirlögn í bæjarráði. Heimild til að greiða niður þjónustu fari barni í daggæslu í annað sveitarfélag. Hefur verið samþykkt áður en gleymdist að setja það inn í drögin. Reglurnar hafa verið samþykktar í félagsmálanefnd og í bæjarráði. Í þeim er lagður til aukinn almennu stuðningu við starfsemi dagforeldra. Nú orðið er laust. Eins og ég tók Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Með þessum nýju reglum er verið að auka verulega við fjárstuðning við daggæslu heimahúsi. Og í mínum huga er þetta bara loka tilraun til þess að athuga hvort við fáum dagforeldra til þess að sinna þessu heima við. Það er verið að bæta verulega í fyrir dagmóður með 5 börn, er verið að bæta við tekjum upp á tæpa 1 milljón krónur á ári. Þannig að þetta er mikil viðbót og ef þetta tekst ekki í mínum huga að auka fjölda dagforeldra í heimahúsi, þá held ég að það sé full reynt. Þá verðum við að fara aðra leiðir í þessu máli. Þannig að það er verið að hanna 2 rými í stað þeirra rýma sem við höfum í dag, annars vegar við grunnskólann og hins vegar sem var við Hraunbrautina sem hefur verið fæst núna upp í tjaldsvæðið. Og það er verið að hanna núna önnur rými sem að verða annarkvort við Hópskóla eða við Hraunbrautina, væntanlega við Hópskóla. Og þar verða rými fyrir væntanlega 20 börn. Og okkur vantar samt rými fyrir 20 börn í viðbót að lágmarki. Og það verður spennandi að veita hvort við náum að fjölga dagforeldrum með þennan stuðning. Annars verðum við að grípa til annarra úrræða. Takk fyrir. Takk fyrir það Guðmundur. Orðið er laust. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hjálmar sagði áðan það þarf að mæta fleiru og ég eiginlega tek svolítið undir með Guðmundi að ef þetta gengur ekki þá held ég að þetta sé full reynt hjá okkur. Í nýsamþykktum reglum er að finna 2 nýmæli, annars vegar varðandi stoppstyrk, þannig að nú fá dagforeldrar stoppstyrk upp á 100.000 krónur
og hins vegar húsnæðisstyrk að fjárhæð 15.000 krónur fyrir hvert barn í gæslu. Staðan hjá okkur er afleit og hann talaði við höfum rætt það, þú veist, tölur að þetta er í kringum 40 til 60 börn sem eru í þörf fyrir daggæslu á hverjum tíma. Og við erum að leggja gríðarlega fjármuni í verkefnið og því miður þá er það tilfinning okkar að það sé bara, við séum bara plástra. Og já, og við höfum verið stjórnmálaflokkarnir, við höfum verið samstiga varðandi þær aðgerðir sem gripið hefur verið til. Og við tölum líka, það hefur verið hanna núna þessi tvö rými, þar sem geta 20 börn verið í gæslu. En við sjáum bara því miður fram á það að þessar dagmæður sem eru nú þegar í vinnu hjá okkur, ekki hjá okkur, þetta er sjálfstæður rekstur, að þær eru örugglega að hverfa á braut. Þannig að maður spyr sig, þú veist, eru dagforeldrar deyjandi stétt? Og ég held að við verðum að skoða það, við töluðum líka það í bæjarráði, að þrýsta á ríkið varðandi lengingu fæðingarorlofs og það náttúrulega var alveg kjörið ef það væri 12 mánuðir og að við værum með þá leikskóla sem tæki inn börn frá 12 mánuða aldri. Það væri tryggt. Þannig að ég held að við stöndum bara frammi fyrir því að skoða þetta betur. Þó svo við höfum gert það svo sannarlega vel. Takk. Já, takk fyrir það, Ásrún. Ég er nú sjálfur á mælendaskrá. Ég tek undir með síðasta ræðumanni, það er búið að reyna ýmislegt og bæjarráð hefur unnið að einhuga þessu máli, allt kemur fyrir ekki. En það er líka, þetta er ekki bara vandamál Grindavík, þetta er á landsvísu. Og þá er gott að Ásrún myndist á ríkisstjórnina vegna þess að við verðum að finna einhverja lausn. Og ég held að sé samkomulag í núverandi ríkisstjórn að lengja fæðingarorlofið úr 9 mánuðum í 12. Þannig að við getum, ríkissveitarfélög geti sest yfir þessa hluti og náð sáttum. Þetta verður að fara saman og ég trúi ekki öðru en að menn átti sig á þessu því að þetta er allstað allt land, velflestu stöðum, þannig að þetta er gríðarlega vandi sem að okkur öllum steðja. Við erum sammála því við viljum gera allt sem við getum. Við verðum að fara ákveðna leiðir. Ég veit ekki hvort það sé svona mikil breyting í samfélaginu að vilja ekki passa börn. Og ef að það er svoleiðis þá verðum við að bregðast einhvern veginn við. En ég segi það að bæjarráð er búið að standa sig mjög vel í þessu málið. Allir vinklar verið skoðaðir, möguleikar. Og núna er svona loka gjöfin í þetta. Ef að þetta ekki gengur þá verðum við bara að setjast niður og fara aðra leið. En við vorum að fara reglurnar, bæði félagsmálanefnd og bæjarráð hafa samþykkt þær og nú ber ég á Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er alveg rétt eins og hér hefur komið fram að Framsóknarflokkurinn hefur ekki látið sitt eftir liggja í þessum aðstoða meira hlutan í þessum plástra aðgerðum til þess að reyna að leysa þennan bráða vanda. En við höfum líka verið að benda á það og verið að koma með tillögur að fara að hanna nýja leikskóla og hópskóla, fara að vinna í því að stækka hópskóla og undirbúa að stækka þá annarkvort leikskólana eða fara strax í að byggja nýjan, sem er náttúrulega framtíðarlausn. Það er svolítið hjákátlegt að heyra sjálfstæðismenn að tala að þetta sé það sé verið að reyna þetta til þrautar, þetta dagmæðrakerfi sem greinilega er bara deyjandi stétt eins og hefur komið fram.
Nú svo er verið að hanna einhverja skúrabyggingar sem á eftir að ákveða hvað á að setja, hvort á að setja það hér eða þar. Í staðins að setja bara alveg í það að fara að byggja bara nýja leikskóla eða taka þá ákvörðun það hvort það á að byggja nýjan eða fara að vinna í því sem við áttum að vera löngu byrjuð á. Einnig þá á að halda fram að plástra og hanna skúrabyggingar. En ég á nú alveg vona því að það verði nú einhver kosningaloforð það að það verði breytt kúrs og tekið, og vona ég að flestir flokkar taki þá stefnu að vinna að einhverju framtíðarlausn í þessum málum til þess að laða hingað að ungt fólk og létta undir með því fólki sem býr hér í bænum, barnafólkinu. Einhverja framtíðarlausn, ekki einhverja bara áframhaldandi plástra. Takk fyrir það, Páll. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvort að Páll sé búinn að gleyma því sem að sagt var í fjársáætlun 2018. Þar sem ráðstafað voru peningar til þess að fara í að hanna nýja leikskóla. Og sá leikskóli á að vera í nýju hverfi sem við vorum að tala hér daginn. Það er alveg klárt í okkar huga meirihlutans að þar verður næsta uppbygging leikskóla. Við erum núna í hönnun hverfisins. Svo förum við í gatnagerð og um leiðinni getum við farið í að byggja nýja leikskóla. Það er það sem að liggur á væntanlega næstu bæjarstjórn. Ég held að allir séu sammála um það. Ég með þetta gaman að Páll væri búinn að gleyma þessum pening sem hann settur í þetta. Að hann talar bara eins og hann veit ekkert hvað er að gerast. En það er búið að setja peningi í það til þess að fara í hönnun á nýjum leikskóla. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Til varna Palla þá held ég að svarið þessu væri að krafan var uppi að koma peningi í hönnun og undirbúning á leikskóla fyrir ári áður en það kom inn. Þannig að það þurfti að bíða eftir að ná því inn. En til varna meirihlutans líka þá hefur aldrei einhvern veginn umræðan verið sú að sá leikskóli ætti að koma í stað dagmæðrakerfisins. Það er ekki fyrir núna nýlega sem við höfum farið að átta okkur á það svo staðir í raun að koma í ljós að það virðist vera sama hvað við gerum og við ætlum að gera að þetta er ekki eftirsóknarvert starf að þess fara í. Og ég vil ekki, mér er svolítið undarlegt að tala um plástra út því að dagmæðrakerfið er eitthvað sem hefur verið til staðar mjög lengi og undanfarin ár hefur það þróast og við okkar reglur Grindavíkurbæjar hafa bara þróast eftir því og höfum við verið að halda áfram að gera það síðustu ár en það hefur bara verið að reynast þyngra og þyngra að halda í við kröfur sem eru uppi og virðast að vera núna eins og ég segi að það sé í raun sama hvað er gert þá er það ekki nóg og við erum að ræða að byggja upp, setja upp nýjar byggingar, enga skúra þá að gera almennilegar byggingar sem geta verið varanlegar ef einhver vill starfa í þeim. Þannig að þetta er ekki endilega plástra en það er samt sem áður þó við séum búin að kynna þetta fyrir þeim dagmæðrum sem nú eru starfandi og ég er ekki að tala fyrir þeirra hönd og ef ekki tala við þeirra og veit ekki algjörlega afstöðu allra en skilaboðin sem við höfum samt fengið á fundi að samt sem áður þó að þessar byggingar verið tilbúnar í haust að þó er stór hluti þeirra sem eru núna starfandi sem munu ætla að snúa sér í aðra átt og hætta störfum sem dagforeldrar. Þannig að við þurfum að skoða það virkilega vel áður en við förum í að setja upp þessa aðstöðu hvort það verði fólk tilbúið til staða til að starfa í þeim þegar það eru tilbúnar.
umræðan þetta í bæjarráði og eins og þegar við komið inn á meðal flokkana hefur verið mjög samljóma og við gefum gengið vel að vinna saman að þessu máli og mér finnst alltaf svolítið erfitt að sjá í umræðum á samfélagsmiðlum og út í bæjarfélaginu að það sé ekkert búið að gera og við séum búin að sofna á verðinum út því að ég held ég talið til daginn hversu oft við erum búin að fjalla um ál síðustu 2-3 ár og þú veist það er komið upp í 10, 20, 30 skipti og breytingarnar sem við erum búin að gera á reglunum og stuðningi eru fjölmargar í gegnum tíðina. Þannig að mér finnst sannarlega ekki hægt að segja að við séum ekki búin að gera neitt. En svona er samt sem áður staðan og eins og komið hefur inn á þá þurfum við bara að horfast í augu við það að mögulega er þetta eitthvað sem við verðum bara að breyta algjörlega gír í. Þrýst á ríkið að koma fæðingarorlofi allavega upp í 12 mánuði og skoða það hvort að við getum útbúið leikskólan okkar þannig og komið þessi framkvæmd þannig að við tökum inn við 12 mánaða en þá situr samt eftir spurningin hverjir eru að starfa eftir að starfa á leikskólanum. Það er þá annað vandamál sem við þurfum að takast á við. Og þegar við ætlum að taka börn inn við 12 mánaða aldur þá þurfum við líka starfsfólk til að sjá það og hingað til hefur það bara verið ærin áskorun að manna leikskólan eins og það er nú þegar. Þannig að þetta er bara eitt skref núna, þessar reglur sem við erum að samþykkja núna, það er eitt skref í viðbót sem við erum bara að reyna að taka og vonandi verði einhver viðbrögð út því að svona ástandi eins og núna er bara ekki viðunandi en það er erfitt að ráða við það og svo munum við bara þurfa að halda áfram þessu verkefni og þessari umræðu. Það verður ekki búið eftir einhverja mánuði eða 1 ár. Þetta er verkefni sem mun vera áframhaldandi og lausn mögulega ekki finnast þegar seint á næsta kjörtímabili myndi ég halda. Þannig að þetta er áskorun sem við höldum áfram að takast á við og næsta bæjarstjórn. Takk fyrir. Takk fyrir það, Marta. Sjálfur er ég á mælendaskrá. Já. Þetta máli þannig vaxið, við erum að tala dagmæður. Ég ætla bara að upplýsa. Ég veit ekki hvað Páll er að leggja til að við förum bara að byggja leikskóla. Fyrir hverja? Við erum að lýsa hérna yfir áhyggjum yfir aldri, fæðingarorlofs, ákveðið millibil og hvort þurfi að taka í framtíðinni stefnu það að stofna ungbarnaleikskóla. 12 mánaða og eldri. Samt eru 3 mánaða milli í bili. Ég skildi því svo bara byggja bara leikskóla. Ekkert fyrir hverja, ekki búið að greina neitt. Við tókum umræðina hérna í haust. Þegar það var kastað fram að framsóknarmönnum að skólinn var allt of lítill og leikskólinn líka. Það kom nú heldur betur tilbaka að ekki verið rétt. Grindavíkurbær kom ágætlega út í viðmiðunum með fermetra fjölda í öðrum sveitarfélögum. Tala nú ekki Reykjanesbæ. Þannig að við skulum bara tala hlutin sem við erum að ræða Það þýðir ekki að fara yfir í leikskólamálum. Við erum að tala vandamál sem snúa að dagforeldrum og ég lýsi því aftur. Ég sagði bæjarráðið hefur unnið að einhuga í þessu máli. Þannig að það er alveg óþarfi að hendi einhverju hliðarsprengin í þessa umræðu. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, eins og kom fram hjá Mörgu, þá vorum við ekkert að byrja að tala þetta í haust. Við erum náttúrulega minnstakosti ári og sein að vinna að þessum undirbúningi. Við hættið bara að vinna þetta með blindaaugunum, strákar. Dagmaður, er þetta ekki bara dulinn leikskóli þegar við erum að tala dagmaður og við þurfum að byggja og skaffa þeim húsnæði? Dagmaður er þegar þau taka börn inn á sín heimili. Út í hvað erum við komin? Við erum farin að skaffa þeim húsnæði og Leigja. Já, leigja þeim, já, innan gæsalappa sko. Það er ekki inn á þeirra heimili. Við erum farin að leggja til húsnæði. Þannig að, og erum svo ætlum að halda því áfram. Er ekki bara hreinlegra bara að byggja bara leikskóla? Auðvitað áttu að vera búin að stækka leikskóla núna. Við töluðum það alveg rétt í Hjálmari að þetta ástand hérna í grunnskólanum og í leikskólanum væri óviðunandi. Þetta er allt yfirfullt. Nei, það er alltaf hægt að koma með einhverjar töflur og einhverjar útreikninga að við stöndum eitthvað viðmið og miklu betur heldur en aðrir.
það finnur það ekki hérna unga fólki sem býr hérna. Þannig að það var voðalega þægilegt að vísa í einhver Excel-skjöl sem segja bara allt annað heldur blákaldur veruleikinn. Þannig að hérna, ég bara hérna er ekkert búinn að gleyma því að meirihluti loksins féllst á að fara að huga að þessum málum og setti einhvern aur í það núna í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár að fara að undirbúa þetta. En undirbúningurinn átti að vera búinn. Þannig að hérna, en við þurfum, og ég fagna því að mér heyrist það nú að menn séu að opna augun fyrir því að það þarf eitthvað að breyta kúrs í þessu. Og við hljótum bara stilla saman strengina og vinna öll saman að því. Já, takk fyrir það, Páll. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Ég vildi bara benda á hérna í þessari umræðu að það er líka margir foreldrar sem vilja ekki kannski setja börnin sín strax á leikskóla svona lítil. Síðan það er ekki mörg ár síðan að börn komist ekki inn á leikskóla í Grindavík fyrir hún var 2-3 ára. Síðan var það fært niður í 18 mánaða. Og það er bara hann að margir sem vilja helst freka láta bandið sitt freka fara til dagmömmu í lítið rými með fáum börnum og í rólegur umhverfi. Þannig að ungbarnadeildir það er ekkert algengt að sé mikið ungbarnadeildum á Íslandi hann í bæjarfélögum. Það eru einhverjur Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta er ekki alveg svona einfalt með þetta að segja sko. Þannig að ég vil bara benda á það líka. Fólk vill frekar fara með börnin sín til dagmæðra en þetta er náttúrulega rosa vandamál af því það vill enginn vinna þetta lengur. Takk fyrir það. Jóna Rut, nú orðið er laust. Og ef það er ekki fleiri að berum við þessar nýju reglur undir ykkur, það hafa verið samþykktar í félagsmálanefnd og einnig í bæjarráði. Þeir sem eru reglum samþykkir gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 7. mál, félagsleg heimaþjónusta, gjaldskrá 2018. Gjaldskrá í félagslegri heimaþjónustu 2018 var lögð fram til staðfestingar. Við fengum þetta í bæjarráði og samþykktu það. Þetta er 3% hækkun, þetta láðist og þá kemur það til með að aðstoð fer úr 1250 krónum í 1288. Nú það er nú bara verið að reyna að fylgja ákveðnu verðlagi en orðið er laust. Bara einu athugasemd. Já. Gildistakan. Já, gildistakan. Við sjáum í gögnunum hjá okkur, er það ekki 1. febrúar? Ég held við hljótum hafa ætlað að hafa 1. mars. Er ekki allir sammála því? Og þeir sem samþykkja gjaldskrána, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. 7. mál, Grindavíkurhöfn, dýpkun við Miðgarð. Hafnarstjórn Grindavíkurhafnar sem er framkvæmdaraðili fer þess á leit við bæjarstjórn Grindavíkur vísan í 6. grein laga mat á umhverfisáhrifum 106 frá árum 2000. Að ákveða hvort dýpkun í Grindavíkurhöfn sé háð mati á umhverfisáhrifum. Er að ræða dýpkun framan við nýtt stálþið við Miðbakka eða Miðgarð á alls 4.764 fermetra svæði. Dýpkunarsvæði er allt hrein klöpp. Áður hefur verið dýpkað í höfninni á svæðum sem liggja að því svæði sem dýpka á nú. Nú orðið er laust. Hér situr hjá okkur hafnarstjóri Sigurður Kristmundsson og hann væntanlega ef það eru fyrirspurnir þá tekur hann það. Ef að enginn, þá hef ég vilja spyrja Sigurð, er þetta ekki allt í föstum farvegi? Er ekki losunarstaður eftir dýpkanir sá sami reitur og hefur verið og þetta er nú bara sagan upp úr 1900? En maður aðeins hérna, er ekki óskum viðaukann, er það annað málið það?
Já. Þessum maður. Við erum ekki að fara samþykkja að gera þetta. Hvað segir þú? Við erum ekki að fara samþykkja að fara í framkvæmd hér. Þetta er matsáætlun, þetta er bara samþykki bæjarstjórnar að ekki málið. Henni, Páll, vilt þú koma upp á meðan? Gjörðu svo vel, Páll. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara svona aðeins til að útskýra þetta mála, þá snýst það hvort að við séum sammála það að þetta þurfi ekki að fara í nýtt umhverfismat. Þessi aðgerð sem í rauninni að við höfum nú alltaf talið í hafnarstjórn að þetta sé nú eitt og sama verkið. Það er þessi dýpkun. Núna er dýpkað eitthvað út frá þessu nýja stálþili niðri 8 metra, en eftir verða einhverjir 12-14 metra hryggur frá þessu dýpi, frá þessum 12 metrum sem að dýpið er frá stálþilinu. Þá kemur þarna hryggur út í eitthvað 12-14 metra hryggur út í rennuna þar sem að dýpkað er þar sem siglt er austur á Viðlagarsjóð. Þannig að þetta er náttúrulega hættulegt að skilja þennan hrygg eftir, og við höfum verið í miklu viðræðum við siglingasvið Vegagerðarinnar það að hvort að þetta sé sama verkið eða ekki. Þannig að allavega var það ekki inn í þessu útboði og þessum tölum að dýpka þetta alveg út í rennuna eins og náttúrulega þarf að gera. Þetta er náttúrulega stórhættulegt og verða endalaus slys þarna á skipum að menn náttúrulega reka skipin þarna niður í þennan hrygg sem er alveg þá upp á 4 metra þarna þar sem þetta er grynnst. Þannig en þetta varðar það bara, þetta er innan marka í magntölum, þannig að þetta er einhverju flokkar ABC, þannig að þetta er einhverju C-flokk, þannig að við getum ákveðið það í bæjarstjórn hvort við sendum þetta í umhverfismat eða ekki. Við allavega í Hafnarstjórn lítum svo á að umhverfismati fyrir allar aðgerðirnar, þær aðgerðir sem við erum í núna, að það í rauninni falli þetta undir það. Og þannig og vonast ég bara til þess að við séum sammála það að þetta þurfi ekki að fara í umhverfismat. Já, takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Sigurður, vilt koma hérna bara og skýra kannski aðeins fyrir bæjarfulltrúum og öðrum? Gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar. Mér láðist að setja bókun Hafnarstjórnar inn á þetta mál vegna þess að við erum óskættir viðauka á þessari framkvæmd. Og ég veit að við erum með bara munnlegt samþykki frá Sigurði Ás, þar sem að hann talar að þetta sé komið inn á samgönguáætlun 2019. En það haskar ekkert að, við getum gert þetta bara eins og lög gera ráð fyrir. Ég seti þetta bara inn á okkur aftur næsta mánuð. Efnisflutningapramminn að fara í verkefni austur á land, þannig að hann hvað sem ekkert í þessu verki. En eins og það skiptir máli að koma þessari bókun þá í gegn ef þið samþykkið það. Að þetta fari ekki í umhverfismat. Og þannig það þá er ég að tala þetta ekki háð matur. Þannig að það þá strand ef þið fallist á það
þennan viðauka, þegar ég kem með hann inn til ykkar. Það ætti málið að vera, það tefur það ekki málið. Takk. Já, takk fyrir það, Sigurður. Ég held að líka alveg fyrir, við erum bara að taka fyrir þetta hvort að bæjarstjórn telji þetta háð nýju mati eða ekki. Nú, Páll Jón útskýrði hérna, hafnarstjórn telur svo ekki vera. Orðið er laust ef einhvern vil ræða þetta frekar. En þeir sem að telja þetta ekki háð nýju mati, að hver eru samþykkið því? Þetta er skemmtilegt bergmál. Ekki háð mati, hver eru samþykkið því? Og styðja segja hafnarstjórn, gjör svolítið réttu bönd. Það er samhljóða. Það er 8. mál. Það er gjaldskrá hafnarinnar fyrir 2018. Orðið er laust. Einhverja fyrirspurnir með að við njótum þess að hafa hafnarstjóra hérna hjá okkur. Gögnin hafiði. Að mörgu leyti finnst mér gjaldskráin ekki einföld. Þannig að að gera nýta Sigurð og spyrja nú, eða fara bara í kaffi til hans. En það verður þá að gerast áður en við samþyggjum þetta, eða ekki. Nú, ef enginn hefur hvað sér ljós, þá er gjaldskrá Grindavíkur lögð fyrir til afgreiðslu. Þeir sem enn samþykkir, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. 9. mál. Lögreglu samþykkt fyrir Grindavíkurbæ. Fyrir liggur til að sameiginleg lögreglu samþykkt fyrir sveitarfélög í umdæminu lögreglunar á Suðurnesjum. Mér skilst að við séum nú að mörgu leyti að elta sveitungu okkar á Suðurlandi og þetta liggur fyrir hjá þeim sveitarfélögum hérna á Suðurnesjum og við fengum þetta núna í bæjarráði síðast. Það er öllum hollt að lesa lögreglusamþykktir, það er merkilegt rit að mörgu leyti, en þið hafið svo væntanlega að skoða gögnin og þetta er svona almennt orðalag sem á við að háttvísi lög og reglur, en orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú að lýsa ákveðnum vonbrigðum með þessa samþykkt og lýsi því bara hér með yfir að ég get ómögulega samþykkt hana. Nú, ef við byrjum á, ef við förum í 12. greinina, þar sem að er þar sem stendur við alfaraleið í byggð er óheimilt að gista í tjöldum, húsbílum, hjólhýsum, fellihýsum, tjaldvögnum og öðrum sambærilegum búnaði, utan skipulagðra tjaldsvæða. Og ef við förum nánar í, hvað er þetta alfaraleið, að þá kemur fram þarna fyrr að svæði í alfaraleið byggð teljast einnig til almannafæris. Og hvað er almannafæri? Það stendur í 2. grein að með almannafæri er samþykkt, í samþykkt þessari er átt við götur, vegi, torg, gangstéttar, gangstíga, svæði ætluð til almennings og svo framvegis. En ég hef merkt þarna við götur og vegi. Ég skal nú bara viðurkenna það að það má vel halda því fram að ég sé kannski svolítið vanhæfur í þessu máli að því ég á húsbíl.
En að samaskapi vil ég nú meina það séu kannski þá fleiri vanhæfir því að ef að menn eiga hjólhýsi eða tjaldvagn eða guð má vita hvað, þá teljist menn einnig vanhæfir. Þetta segir í rauninni það að þeir sem eru á húsbílum með allar græjur, það eru tankar fyrir skólp, það er vatn og vistir. Þannig að í rauninni mega þeir þessir eða við sem erum á svona bílum hvergi gista nema á tjaldstæðum, opinberum tjaldstæðum. Hvað því við megum ekki gista við götur og vegi. Það er stranglega bannað. Nú, ekki megum við keyra út fyrir götur og vegi, ekki megum við stunda utanvegaakstur. Þannig að þetta er alveg galið. Ég gerir mig vel grein fyrir vandanum að það sem að þeir bílar sem ekki eru græjaðir í náttúrulega svona gistingu, ef það er bara eitt svefnbekkur, þá náttúrulega nær það ekki nokkur átt, en ég hefði nú haldið að það ætti að reyna að tækla þetta mál eitthvað öðruvísi. Nú, hvað þýðir þetta þá? Eru sveitarfélög þá skuldbundin til þess að vera með tjaldstæði, opin tjaldstæði? Við erum nú ekki með opið tjaldstæði allt árið. Hvað gera menn þá ef það er ekkert opið tjaldstæði? Nú, við erum nú búin að, ok, segjum að það sé nú eitt tjaldstæði. Við rekum það sjálf þannig að við getum ákveðið svona opinbert verð á því. En við erum margbúin að reyna það að auglýsa þetta og fela þetta einkaaðilum. Og ef það er einkaaðili með svona tjaldstæði, hvernig á að passa þá upp á verðlagningu þar? Hvar er samkeppniseftirlitið þá? Það er einn aðili sem er með tjaldstæði og það verða bara allir að gista þar. Þetta að fara bara að kokleipa þegar sem önnur sveitafélög hvort sem verður sunna við okkur eða hvar, það er bara ekki hægt að sættast á það. Ég hefði náttúrulega viljað að við myndum bara vísa þessu til skipulagsnefndarinnar okkar og við myndum bara vinna þetta. Þannig að þetta er þetta er bara ekki ásættanlegt. Mér skilst að það séu til einhver lög og reglur annars staðar að það sé gerðu munur á húsbílum, hvort að það séu tankar eða hvort það séu alvöru græjaðir eða hvort það er þetta Easy Camp eða Kombi-Camp eða hvað heitir þessi smábílar sem að bílaleigur er að leigja út. Er ekki hægt að tækla þessi mál eitthvað öðruvísi? Ég veit að við trillukallar, við erum á húsbílum eða pallísum. Það er búið að vera fullorðinn maður sem hefur róið frá Grindavík mörg undanfarin sumur. Ég veit ekki hvað mörg ár. Og þegar hann rær dag eftir dag, þá er hann með svona pallísi á bílnum hjá sér og er bara upp á stæðinu og gistir þar. Á hann þá eiga það á hættu að það banki upp lögregluþjónn og rukkjan eða rekan á svæðinu. Þannig að þetta er bara ekki ásættanlegt. Þetta er alveg galið að mínu mati. Svo eru fleiri atriði. Það er eitt það er í 22. grein. Það er eins og mennum sé eitthvað illa við hjólhýsaeigendur. Þar stendur: þegar lausafjármunir svo sem hjólhýsi, gámar, bátar, torgsöluhús, frístundahús sem ætluð eru til flutnings og stór samkomutjöld sem getið í byggingarreglugerð eru staðsett án stöðuleyfis, skal leyfisveitandi krefja eiganda að fjarlægja þá innan eðlilegs frests
sem að jafnaði skal ekki vera lengri en 1 mánuður. En að öðrum kosti verði það gert á kostnað eiganda. Ég skil allar þessar upptalningar en að vera með hjólhýsi þarna inni. Þetta er voðalega hagstætt fyrir okkur sem eru með hjólhýsageymslu. Ef að maður má ekki geyma hjólhýsi sitt í bílastæðinu eða inn á lóð hjá sér, að þá þurfa hann stöðuleyfi. Ég veit ekki með hjólhýsi sem er á númerum, ég veit ekki hvort það standist bara stjórnarskrá eða lög að hann vegi ekki vera með það inn á bílastæðinu hjá sér eða inn á lóð. Þannig að ég hérna bara sko, mér finnst þetta alveg út í hött að hérna, fyrir utan að það er náttúrulega stranglega bannað að þú ert með gesti að þeir gisti í hjólhýsinu ef það er það í miðju bæ. Tala ekki húsbíla eða tjöld. Það er bara stranglega bannað. Nú, í 24. grein, akstur torfærutækja svo sem vélsleða og torfæruhjóla er bannaður innan þéttbýlis. Torfærutækja, hérna, sko, og torfæruhjóla, vélsleði, ef það er alltaf kafi snjó hérna vetrarlagi og er þá bannað að fara á snjósleða? Er bannað að fara á snjósleðan og nýra á bensinstöð að taka bensín á hann? Já. Þó hann sé á númerum? Já. Það er það ekki í lögum bara? Það er fyrir samþykktum, það er stysta leið í og úr bæ. Já. En torfærhjól, hvað er torfærhjól? Það er náttúrulega aðeins breyting á því þau eru öll skráð. Torfærhjól sem er á... Torfærhjól og annað sem ætti að aksturs utan vega. Það er nú bannað... Þú getur ekki sagt við því þegar þetta er komið á skrá. Nei, ég meina, já, torfærhjól sem er á númerum. En hvernig er að túlka það þá? Það er torfærhjól þarna og þú sést með á númerum. Fjórhjól, ég á nú fjórhjól sjálfur. Ég veit ekki hvort það teljist til torfærhjóla. Það er á númeri. Stendur ekki fjórhjól, það stendur bara torfærhjól. Hæ? Stendur ekki fjórhjól, það stendur bara torfærhjól. Já, ég meina, en hvað er ég veit ekki, ef ég bið torfærhjól, það er eitthvað, sko, það er einhver skil, ég þekki þetta ekki alveg, en ég skal ekki segja, þetta er svo sem kannski ekki alveg stóra málið, en hérna, og svo náttúrulega, hérna, við sko, með okkar sérstöðu, hérna í Grindavík, við erum með fjárhús hérna inn í miðjum bæ, og erum að monta okkur af réttum og öðru hérna, og svo ætlum við að, hérna, svo erum við komið með hérna umferð reiðhesta innan þéttbýlismarka skal aðeins vera á merktu reiðstígum, nema að fengnu leyfi bæjarstjórnar. Það har nú verið hefð fyrir því hérna hjá okkur, við höfum oft riðið á kjörstað hérna, hestamannafélagið. Og hérna, ég veit ekki, sko, þar varst í þjónninn reiðhesturinn, hann var nú, hérna, byrjaði nú á vegum landsins, þannig að ég veit nú ekki eins og hvort það sé hægt að banna mönnum að fara ríðandi götur. En sjálfsagt má banna það, en hérna, þú veist, mér finnst þetta bara fulllangt gengið. Reiðstígar ætlum við að fara að leggja reiðstíga þéttbýli, hérna sko, menn eru náttúrulega ekki glamrandi hérna á malbikinu ástæðlum sem ég verð ekki mikið var við það. Þannig að sko, en sko, þetta er svona það sem ég finnst aðtöðavert við þetta. Svo er hitt sem ég sakna úr þessu. Við erum hérna að ræða Grindavíkurveginn, hættulega Grindavíkurveg, nánast í hverja einustu viku. Bæjarráði, bæjarstjórn og í samfélaginu. Ég má ekki gista á húsbíl einhver staðar á bílastæði eða einhver staðar bara út í sveit, bara ef ég legg einhver staðar á eitthvað stæði þar, eða vegur, þá má ég ekki gista þar. En ég má skilja eftir bílinn minn hérna bara út í kanti. Ég veit ekki, heilu vikurnar. Hvort sem er á Reykjanesbrautinni, maður horfir á sömu bílana dag eftir dag. Lögreglan keyrir fram hjá þeim og gerir ekkert í því. Allavega eru þessi bílar dag eftir dag og hættan, ég þarf ekki að segja ykkur hvað er hættulegt þegar að bíll hérna á Grindavíkurveginum.
Af hverju erum við ekki með inn í lögreglusamþykkt að ef að bíll, að þú mátt ekkert skilja eftir bíl hérna út í kanti nema einhvern ákveðin tíma, þú verður bara að láta fjarlæga hann. Hjálmar veit þetta kannski betur, kannski er einhver lög til þetta. En mér finnst að það hefði mætt alveg hnykkja á því hér í okkar samþykkt. Að við vitum ekki alveg hvernig það ef við erum að mæta bíla akkurat þar sem er bíll út í kanti. Og sá er bíllinn dag eftir dag. Við eigum bara að hafa heimild til þess að ef hann er þarna einhvern ákveðin tíma, þá bara verður að fjarlægja hann. Og við getum gert samning við einhvern þjónustusamning við einhvern þjónustaðila að hann er bara tilbúinn að sækja bílinn og það kostar eitthvað ákveðið. Og það er þá eigandi sem ber kostnað af því ef hann er ekki búinn að því. Og bara auglýsa það, menn geti hringt í það númer. Þannig að sko, þar er hættan. Það er þarna jákvætt inn í þessu. Það er bannað að ganga örna sinna á almannafæri eða losa vatn. Og viðurlögin við því eru hver? Jú, það er að hreinsa það upp. Þannig að þó að það sé komið þarna eitthvað tímabil svona vandamál með þessa bíla, með þessa kombikamp-bíla sem eru náttúrulega einhver húsbílar, að það er bara ekki ég bara get ekki sagt mér þetta og ég bara skora á okkur. Ég er svo sem ekkert með beina tillögu það, en ég hef ekkert heyrt vilja annarra fulltrúa hvernig það er, en mér finnst að það sé eitthvað þetta sem við þurfum að laga. Við getum ekki bara kokgleypt einhverja svona samþykktir sem einhver önnur bæjarfélög rétt okkur hérna. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Páll, þetta var svolítið svona kraftmikil ræða. Ég veit ekki hvað þú voru að hugsa þannig bæjar á það samþykja þetta. En hérna svona aðeins til ábendingar að við blandum ekki saman Páll kannski þessar lögreglusamþykkt Grindavíkur. Jú, það er lagning og stöðvun ökutækja út á vegu, þá eru náttúrulega reglur það og eða brýn hætta ef bifreið sem skilin eftir, þá voru fjarlægð umsvifalaust. En það er alveg rétt kannski að Páli að bíl sem er bara lagt utan vegar út í kanti við þjóðveg sem að leyfir 90, hann er eðlilega hættulegur, hann er eins og ljósastöður eða ef eitthvað gerist. Þannig að það hefur nú verið þumalputta reglan að hafa samband við eiganda og honum gefin einhver kostur á því, en það er eins og það er. Ekki getur embættið látið hirða bílinn því þá öllum leikir að enda það með reikningin, þannig að þetta er svona annar leikur. En við fórum yfir þetta í bæjarráði. Ég segi fyrir mig, ég get ekki alveg undir heilmikið með það, Páll. Heilmikið, þú hefur heilmikið til því smáls, en hér hafa verið lögreglusamþykktir í gangi. Þú hefur sennilega ekki lesið þær jafn ítarlega og þessa. En þetta er svona, og ég sá fyrir mér, ég sé nú sumt að þessu ekki ganga eftir að framfylgja. Og ég tók nú þann bara pól í hæðina að samþykkja þetta til að fá einhverja heildarreglu. Ég sé ekki alveg útfærsluna á þessu. Í alfara leið að þéttbýli, hvað er það? Eru það bílar sem er lagt bara rétt fyrir utan bæinn? Eða eru við að fara að elta fólk upp í Krýsuvík? Það er náttúrulega á leiðinni en það munar 30 km. Fram og tilbaka, ætlum við að vekja ökumann upp á Grindavíkurvegi sem leggur bílnum utan vegar og við spyrjum hann, þú ert að fara á tjaldstæði? Já, ég bara get ekki keyrt meira, ég er búinn að keyra í 10 tíma, ég má ekki keyra meira. Það er fullt af hlutum í þessu sem er bæði loðið og teygjanlegt. En miðað við svona einhverja heildarstefnu og þetta á náttúrulega ekki að vera íþyngjandi með einhverjum einkafyrirtækjum að við séum að ég allavega líti ekki þannig á það. En hérna, Fannar Fjörusvel, þú ert næstur á mælendaskrá. Já, forseti ágæta bæjarstjórn. Það er kannski aðeins að fara yfir það svona hvernig þetta mál hefur komið hér inn í fyrir hérna augu bæjarráðs og nú bæjarstjórnar. Held að hafi 5 sinnum verið bókað inn á þetta mál umræða frá bæjarráði.
svona allt frá því að þetta fór á kreik síðastliðið sumar, þá held ég kannski upphaflega vegna ábendingar frá Geopark að gefnu tilefni vegna þess að það var alveg ljóst að það voru ákveðin vandamál sem fylgdi þessum kampersbílum sem voru að leggja hér og þar. Þetta er ekki bara vandamál bundið okkur heldur mjög víða. Sunnlendingar höfðu riðu á vaðið og ákveðið það að reyna að búa til eina lögreglusamþykkt fyrir umdæmi lögreglustjórans á Suðurlandi og auðvitað er það þannig að þetta kannski verður ákveðin málamiðlun og það þegar hvert og eitt sveitarfélag fer að horfa til þess hvernig staðhættir eru og raunveruleikinn hjá hverjum og einum að það getur vel verið að það megi lesa út af þessum greinum mörgum og er örugglega svo að þetta passi nú ekki alveg inn í það munstur sem að menn búa við. Samt tókst þeim nú einhvern veginn Árborg eða Selfossi að búa að samþykkja reglur sem að uppsveitamenn og alveg austur í bara Mýrdalshreppur og Kirkjubæjarhreppur, þeir tókst nú að bræða þetta einhvern veginn saman og það var kannski líka vegna þess að lögreglustjórinn, má ég segja, hafi lagt á það áherslu að það veri ekki að gilda mismunandi lögreglusamþykktir fyrir sveitarfélögin í hverju umdæmi. Getur verið flókið að stýra því og eða virkilega beita þessu lögreglusamþykktum að hvaða ákvæði gilda á hverju stað, þannig að þeir ræddu þetta nú saman í eina samþykkt og við fengum leyfi til þess hreinlega hér á Suðurnesjunum að notast í þeirra breytingar. Margar þeirra eru örugglega til bóta og lögreglusamþykktirnar gömlu voru barnsins tíma. Annað auðvitað orkaði tvímælis og margt var nú tekið upp með samþykju og góðfúslegu þeirra Sunnlendinga inn í þessi drög. Það var ákveðið af bæjaráðum eða bæjarstjórnum allra sveitarfélagana 5 hér á Suðurnesjum að skipa samráðshóp til þess að fara yfir þetta. Í þeim hópi áttu sæti fulltrúar, eða fulltrúi frá hverju sveitarfélagi, auk lögreglustjórans hér á Suðurnesjum og lögfræðing sem að fór yfir lagalega þáttinn á þessu og var lagður til af Reykjanesbæ. Og þetta eftir nokkra fundi ábendingar og síjanir svolítið á heimaslóðum hjá hverjum og einum varð niðurstaðan alls ekki fullkomin og það er margt sem að Páll Jóhann benti á hér áðan sem að þetta þykir sérkennilegt. Það hefur líka verið talað um það hérna á bæjarráðsfundum og Hjálmar ekki síst, vanur lögreglumaður, að það geti verið erfitt að framfylgja þessu bókstaflega í öllum tilfellum, svo sem eins og með húsbíla, eins og bentið verið á og gistingu og fleira. En einhvern veginn hefur nú velviljuð lögregluyfirvöld einhvern veginn reynt að leysa málin farsællega og ég held að það eigi nú ekki að beinast gegn þeim sem eru löghlýðnir borgarar og ætla sér nú ekki að fara að brjóta lög en það þarf einhvern veginn að koma taumhaldi á þessar gistingar. Þetta er bæði hættulegt, þetta er sóðalegt og þetta er alveg óþarfi að hafa þetta svona einhvern veginn allt eftirlýslaust. En hvort að þetta passar allstaðar, það dreg ég mjög efa. Það er talað reyndar um þetta í 12. grein, það var eiginlega kveikjan að þessu, eins og Páll Jóhann nefndi í 12. greinin, það er talað um alfara leið í byggð, það sem óheimilt er að gista í tjöldum, húsbílum og hjólusjum og svo framvegis, utan skipulegra tjaldsvæða. Það er reyndar talað um í 2. grein almannafæri, það sem að minnst, og það er aðeins annað orðalag. Ég veit ekki hvort það er orðið hengil sáttur eða ekki, það er allavega ekki notað sama orðið í 12. grein og 2. Alfara leið annars vegar og almannafæri hins vegar það sem minnst er á gangstéttir og götur og svo framvegis. Og það er auðvitað ekkert að því að það er engin tíma mörk endanlega á því að við sendum frá okkur yfirlýsingu samþykki eða ellega breytingar en þetta er nú búið að fara núna í verða 10 mánuðir í gegnum kerfið og ég held að þurfi þá að rökstyðja það bara ágætlega eins og svo sem gert hefur verið hvaða breytingar menn sjáu á þessu en ég veit eiginlega ekki hvernig við eigum svo að enda það undirbúningsnefndin eða það er að koma breytingar svona sitt hverju áttinni úr þessu það verður bara að koma í ljós en þarf ekkert að ganga frá sendilega á þessu fundi frekar menn vilja eða koma fram ábendingar gagnlegar breytingar og þetta ræði þessu fundur því hvernig meðverður farið en ég held að það sé svolítið seint
að vera að taka þetta mál upp meira og minna hafandi þó haft þetta með höndum allan þennan tíma. Þetta fór til dæmis hérna því það var talað um nefndir, að þá kynnti ég þetta fyrir á sviðsstjórafundi hér, ef ekki fundum, þar sem allir sviðsstjórar bæjarins koma að þessu hvatti á til þess að lesa þessar reglur og gera athugasemdir. Það með tilliti til skipulagsmála, umhverfis- og ferðamála og svo framvegis, alla sviðsstjórana. Og það komu nú ábendingar og ekki stórar en þeim var komið til skila og niðurstaðan þessi bara, einfaldlega og mun örugglega ekki verða þannig að öllum líki, en ég vildi svona fara aðeins yfir stöðuna eins og hún hefur verið hvað varðar undirbúning og verklag við þessa samþykkt þessi drög sem liggja fyrir. Takk. Já, takk fyrir það, Fannar. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég á hjólhýsi og tel mig þó samt hafa fullt vægi til þess að fjalla þetta mál og taka afstöðu til þess. Mér finnst ekkert vandamál þó að þessi bannað að leggja hér á bílastæðum eða við Grindavíkurveginn eða annar staðar í bænum. Við erum með tjaldstæði og þangað á fólk að leita. Páll veit alveg að við erum að reyna að taka á kúkakampurum með leyfi forseta og öðrum bílum sem ekki eru æskilegir að vera hvar sem er. Og kannski má skilja og túlka þessar reglur á einn veg eða annan. En ég held að þetta sé ágætis reglur til að reyna að taka á þessu. Fulltrúi okkar í umhverfis- og ferðamálanefnd hefur nú bent á að mætti koma upp staurum fyrir hjólhýsi og húsbílar sem eru vel búnir til þess að plugga sinni rafmagn og borga stæðigjald. Svona athuguðu máli það einhver hugmynd sem að gæti komið að góðu notum fyrir þá bílar sem ekki vilja fara á tjaldstæði, en við verðum í mínum huga að hafa einhver taumhald á þessu, þannig að við séum ekki með þessa bíla alla hingað og þangað bæinn. Þannig að ég styð þessar breytingar á þessum lögreglusamþykkt, þannig að við reynum að taka á þessu. Ég get ekki ímyndað mér að þessi ætlunin með þessu að gera athugasemd við þá eigendur hjólhýsa sem leggja hjólhýsunum í bílastæði milli þess sem þau ferðast á þeim. Það ekkert markmið þessu í sjálfu sér. Þó svo að einhverjum vilji skilja að það verði þá hægt. En við erum að tala þá sem að gista í þessu. Þannig að fyrir mitt leyti þá samþykki þessar breytingar. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég gerir mér alveg fulla grein fyrir því að það eru þetta góður vilji á bak við þetta allt saman. Ég ekkert að draga það í efa en þetta bara leysir ekkert vandan, Ég saknaðist náttúrulega að sjá ekki orðið bara kamper þarna, Og ég saknaðist bara að það sé ekki hægt að segja þarna bara, þeir bílar sem hafa svona útbúnað að þeir megi leggja eða gista. Ég veit að ég var nú út á Tenerife núna í jólin og þar voru húsbílar þarna. Ég segi nú ekki öllum stæðum, mörgum stæðum, þar var útivista fólk að leika sér á ströndinni, þægilega strönd eftir strönd og það gistir í húsbílum og þannig að ég sá ekki að það væri neitt verið að amast við því. Kannski borgaði eitthvað gjald fyrir það, ég veit það ekki. En það sem að ég
ok, bönnum þetta hérna innan bæjar sko, en ef ég með gesti þeir með ekki gista inn í bílu hjá mér eða hjólísinu. En það bara stendur bara svart og hvítu, það ekki þetta mistúlka það að ekki með vegu. Ef ég fer Kjalveginn, ef ég fer hérna inn á Velli, að þá má bara gista inn í Krókamýri. Það fullt af öðrum fallegum lundum sem eru slóðar heimað og við veginn, en það má ekki gista þar af því að það við veg. Þetta bara, ef ég fer Kjalveg, ef að það sveitafélagið með sömu reglur, þá bara má ég ekki gista það. Þá verð ég að keyra inn á Hveravelli eða, þú veist, þannig að, en burt sér frá því, en mér langar til að spyrja ykkur, skona bara sko af nýlegri reynslu okkar bæjarfulltrúa, hverju ætlið þið að svara þeim sem búin að planta gám í lóðinni á sér, þegar að hann spyr, maður við hliðina á mér sem með hjólhýsi þarna, hann búinn að borga stöðleyfi? Af því að í þessari samþykkt lagt að jöfnu gámur og hjólhýsi. Það ekki þetta að mistúlka það. Það bara þannig. Þannig ef ég planta gám hjá mér, þá ég bara í stöðu og maður við hliðina sem með hjólhýsi. Ég get ekki skilið þetta öðruvísi. Það bara stendur bara svart og hvítu. Hvað ætlið þið að gera þegar ónefndur maður kemur með fyrirspurn? Þessi búinn að borga fyrir hjólhýsi? Já, þakkaði fyrir þetta, Páll. Þetta var skemmtilegu vinkill. Herðu, það Þórir, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég alveg sammála Páli í þessu máli hérna, sérstaklega 12. greininni. Ég svona, ef þetta eru húsbílar með klósett og allar þessi aðstöðu, ég held að þetta sé svolítið meira á þetta kampersdæmi sem í gangi hérna. Ég held að sé að reyna að komast svona í veg fyrir að þetta, bara halda utan um þessa bíla sem eru þannig lagðir á Grindaveginum til dæmis og annað. Ég held að þetta sé svona ykkur grein í kringu það, en þetta spurning. En svo varðandi 22. grein, ég held að varðandi hjólhýsi og annað, fellihýsi, ég á nú sjálfur fellihýsi, þarf ég að fara að borga fyrir, eins og segi, þetta svona, ég hefði viljað sjá þetta bara í skipulagsnefndina og fara yfir þetta. Ég persónulega bara að sjá þetta fyrst núna. Þannig að ég hefði viljað sjá þetta þangað, skipulagsnefndina. Takk fyrir það, Þórir. Jóna Rut. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar að aðeins að fara í 12. grein. Sko, þar stendur: við alfaraleið í byggð óheimilt að gista í öllu sem uppi talið. Og svo í 2. grein. Þar stendur, sko, þá talað um hvað almannafæri og þá það verið að tala um torfgangstéttir, svæði allir almenningsnota, þar myndi ég halda að það bara svona svæði innan bæjarins. Og svo stendur að svæði alfaraleið byggð teljast einnig til almannafæris. Svo kemur í samþykkt þess merkir orðið byggð þau svæði sem ekki falla undir hugtakið óbyggðir og óbyggðir landsvæði þar sem fólk hefur ekki fasta búsetu og þar sem mannvirki ekki til staðar sem eru lítt áberandi. Þannig að ég myndi alveg telja að þú mættir fara á húsbílnum inn á Víðisvelli, inn í Krýsuvík. Þú veist, alls þar sem að hafa milli þessa svæða. Ég hefði haldið að þetta snerist bara það að við værum ekki með fólkina sem væri búin að tjalda, stoppa bíla sinna, liggu stundum inn í lóðum hjá fólki. Þú veist, það bara, maður sér þetta bara hvar sem bæinn, þess að bíla og alls konar bíla. Þetta náttúrulega, eins og Guðmundur sagði, þetta náttúrulega
Það sem búið að vera mestu svona vandræmi þessir kúkukampisbílar sem ekki með neina aðstöð inn í bílunum hjá sér, þar sem bara fólk kastar að sér þvægi og gera þarfum sína bara út í móa og þannig gengur kannski ekki almennilega En svo erum við náttúrulega líka með það vandamál eins og Páll kom inn á, að það náttúrulega ekki opið tjaldstæði allt árið og þetta náttúrulega eitthvað sem þurfum að skoða. Þannig að þá fannst mér hugmyndin sem Guðmundur nefndi áðan með að vera með eitthvað konar stöðumæla fyrir þessa bíla, því ég sá bara síðast í gær bílina á bílastæðinni á sundlauginni. Þannig að hinna mánuna sem ekki opið tjaldstæði í bænum, þá getum við verið með svona overnight yfir nótt, þannig að svona stöðumæla sem að fólk borgar í, sem að væri það bara á nokkur stöðum í bænum, kannski á bílastæðinu hjá sundlauginni eða eitthvað stað þar, kannski út í bót á nokkur svona stöðum, þannig að við séum ekki með þetta fólk dreift út allt en ég held nú umgengnin oftast hjá þessu fólki alveg svona áblega 90% til fyrirmyndar. En þetta ég held snúist bara það að þetta sé ekki bara, þetta sé ekki bara út allt og það sé svona pínu haldi utan þetta. Þannig að ég held að misskilningur sé með það að fólk geta alveg keyrt á bílunum sínum út í óbyggðir og tjalda þar og þetta sé svona meira truflunin við inn í bæjarstæðum. Það alveg minn skilningur á þessu. Já, takk fyrir það Jón Rudd, orðið laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, þetta ég alveg sammála Fannar í því, það svolítið vont og stundum bara lendum við því að máli eru búin að fara alla ferla og svo ég ætla ekki að fara að telja þau dæmi öll upp sem við búin að fara í gegnum alla nefndir og ráð og svo endar þetta hér og það auðvitað súrt að þurfa að tefja málið eitthvað á því en minn hugur gagnvart þessum húsbílum sem eru alvöru græjar, það hafa allir heyrt hann hér þannig að það er ekkit nýtt hjá mér en ég skilji alveg vandamál og ef menn vilja leysa vandamáli svona þá það allt í lagi. Þegar ég kem hérna í leikvið með mótnana kl. 6, það stundum húsbílar hérna á miðjum planið hérna við íþróttahúsið og það truflar mig ekki neitt það leggja þetta við svona bíla við sundlaugar, ég meina það fólk með alvöru græðir, ég vil miklu frekar sjá það á svona stæðu því það gengur þá vel þar, það fer ekki held ég þarna út bak við bíl og á þessum stæðum, þannig ég vil frekar sjá þau bara hérna á bílastæðum, hérna inn í bænum, heldur en hérna fyrir utan á einhverjum almenningssvæðum þar sem einhver skilti eru eða torg. En ég held bara að hljóta að vera eitthvað slys, bara eitthvað slys með þetta hjólísi og gámana. Með hjólísi talið upp með gámum og bátum og tjöldum og öðru, það getur bara ekki verið að ég bara skil ekki að það hafi verið vilji manna að hafa það þar. Það bara kallar á vandamál. Ég skal minna ykkur á það þegar þau dúkka upp. En vandamálið náttúrulega kannski, ég veit ekki hvernig afgreiðslan það var einfalt máli ef við varum bara að samþykkja okkar að tína út kipp út einu orði. En þar sem þetta eitthvað sameiginleg samþykkt fyrir öll þessi sveitarfélög, þannig að ég þekki það bara ekki, en allavega þetta orð bara, ég veit bara að það kallar á vandamál, þannig að vera með hjólísi og gáma í sömu upptalningu, það gengur ekki upp að mínu mati, en ég skil alveg tilgangi með þessu og ef menn ekki að spá í þetta meira og bara afgreiða þetta, þá gerið þið það bara. Takk fyrir þetta, Páll. Nú, ég hef búin að setja sjálfa mig á mælendaskrá. Ég held bara að það geta mjög margir tekið heilsugar undir með ákveðna þætti. Hins vegar komst þú bara sjálfur með það að til dæmis við erum að reyna að samræma lögreglu samþykktir fyrir og þetta kemur út af geoparkinum en þetta svæði lúti sömu reglum. Ég sé til dæmis fyrir mig gallan á því
að við verðum bara fúl á móti, tökum 12. grein og hendum henn út. Þeir sem leigja bíla hinum megin á svæðinu, þeir segja farið þið bara til Grindavíkur, þá má tjalda þar og leggja alls staðar. Ég held að sé ekki verið að fara að elta menn hérna uppi við að gera það. Það er verið að reyna að ná einhverjum tökum og ef að menn horfi gegnum fingur sér og skoða hvert tilvik sem það hafa afskipta fólki eins og Jóna nefndi áðan. Þegar hér er aðili sem er lokaðan bíl og kemur ekkert frá honum, þá útskýrir hann það bara. En síðan getur þú komið öðrum bíl þar sem er búið að vera í 3 daga einhvers staðar og það er búið að ganga örna sinna allan hringinn. Bæði dæmin eru svona, en til þess að hafa eitthvað í þessu þá verður að vera einhver grunnur að mínu viti, en ég ætla að samþykkja þessar reglur, en ég tek undir við Páli að það eru hrópandi ósamræmi í reglunum og það er náttúrulega agalt ef þetta vera ef að menn alltaf leitast við að fara í smugurnar og svona gera allt vitlaust, því að ég svona gerir ráð fyrir því að það sé verið að reyna að koma í veg fyrir ákveðin vandamál. Þetta er yfirgripsmikið en þetta þó í samræmi við hin sveitarfélögin. Nú orðið laust, það var Guðmundur. Forseti, maður getur bæði fulltrúar. Ég ætla aðeins bara með það sem Páll var að tala hérna með hjólhýsin í bænum. Þá erum við búin að heimila með reglugerðinu stöðuleyfi að hjólhýsi mega vera frá 1. maí til 1. október. Það er ekki verið að óska eftir stöðuleyfi fyrir þau á þeim tíma. Þannig að þeir sem geyma hjólhýsi vetrarmánuðinn verða þá að hleypa þeim út eftir 1. maí. Til þess að við förum ekki að brjóta reglur þannig stöðuleyfi. Síðan er annað mál og það hvort við þeim að tala eitthvað með leyfi forseta fjalla aftur reglur stöðuleyfi vegna þess að fólk sem er með hjólhýsin heima við yfir vetrarmánuðina á að borga stöðuleyfi. Ég held við höfum ekki sótt það að því það er litið með öðrum augum á hjólhýsi heima við hús eða gám og við þurfum þá bara að rifja þær reglur upp og taka þær fyrir hvort við viljum breyta því. En við vetrarmánuðinn er hægt að rukka eiganda hjólhýsins í stöðuleyfi heima á sér. Þannig að yfir sumarið skiptir það engum máli með hjólhýsin. Það þarf ekki. Takk fyrir. Takk fyrir það Guðmundur. En ég reyndi að bendi á þetta er byggingareglugerð. Við breytum henni ekkert. Nei, við gerum það ekki. Þetta er bara svona. En hins vegar, eins og ég segi, orðið er laust að fleiri, hér hafa komið ýmis sjónarmið fram, Páll, gjörðu svo vel, ekki málið, það er bara gaman þegar þú kemur í þessu máli. Forseti, það getur bæðið fulltrúar, það er gott að forseti það er skemmt, það getur einhver skemmt honum, en hérna, ég er bara ekki sammála því að við höfum að fara að rukka stöðuleyfi fyrir hjólhýsi sem stendur, sem þú geymir heima og það er yfir vetrarmánuðina. Að fara að gera einhvern mun á því hvort það er vetur eða sumar. Ég er bara algjörlega á móti því. Ég leyfi mér bara ég veit ekki, spyrja hvort við gætum ekki að því að það truflar mig, þetta er rauninni það sem truflar mig mest. Hitt er svona hægt að trufla mig þessi umræðum þessa húsbíla svona, en þetta hjólhýsi þarna, auðvitað ætti ég að fagna því að menn verið rukkaði fyrir að geyma hjólhýsi heima á sér. En ef ég er með hjólhýsi á númerum inn í innkeyrslu á mér, ég efast að það standist lög, ég er nú ekki löglærður maður, en ég efast að standist lög að ég verði rukkaður stöðuleyfi. Yfir vetrarmánuðina. Þetta tala tímanum frá 1. október til 1. maí. Já. Þarna greinir ykkur á. Já, ok, kannski það. En ég hefði bara viljað sjá þetta við bara tækjum þetta hjólhýsi út þarna úr þessari upptalningu með gámum og öðru. Við þurfum að breyta hana að þetta bara, þá er þetta mjög samrænt
við alla og ég alveg viss það að hinn sveitafélagin myndu taka þetta fyrir hjá sér og breyta þessu líka. Því að ég alveg sannfærður það en hérna, þannig að ég langar að heyra hvað menn segja það. Þetta smá handavinna þarna í textanum, samræmis, það þá bara, við erum þá bara að samþykkja hérna fyrir Grindavík. Þó það væri ekki nema fyrir þessi einu breytingu. Já, takk fyrir þetta, Páll. Guðmundur? Forseti, það þá bara, þá þurfum að gera það í byggingarreglugerðinni, Páll, en ekki í þessari, af því að vera að vísa í reglugerð stöðuleyfi. Þannig að þá erum við að gera það, taka það sérstaklega fyrir í bæjarstjórn og afgreiða það þar, en af því það er verið að vísa í þessa reglugerð í lögreglusamþykktinni. Þannig að já, þetta er lög. Þá þurfum við að tala, þannig að við getum það ekki. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. En hérna, þetta er nú orðið ansi löng og mikil umræða þetta, en eins og ég gerði grein fyrir í máli mínu áðan, þá ætla ég að samþykkja þessar reglur. Við erum búin að gera það í bæjarráði og ég bendi á þetta til viðmiðunar. Ég skil tilgang þeirra, muni einhver reyna að misnota þessar reglur til að beita ekki áhrifum hér eða þar einhver öðru heldur en þess eins og ég túlka, þá verður við bara að taka þetta fyrir aftur. Það er ekkert öðruvísi. Ég held að sé bara rétt að þessi mikla vinna, að bara setja þetta í gang og menn fara eftir. Ég veit fyrir hvaða leka á að taka og svona gerir ráð fyrir að þetta sé ekki dulbúið. Það sé að vera að ráðast á sára saklausa í Hólmsheiði bara alveg heim í hérað. En hérna, ef ekki fleiri hafi kassið hljós, þá bara ber ég þessa lögreglusamþykkt upp sem var samþykkt í bæjarráði. Þeir sem eru sammála, gjöru svo rétt upp hönd. Má sjá, það eru 6 atkvæði, einhver á móti, 1 á móti. Heyrðu, þá er það 10. mál. Það er sameiningarmál, það er sem sé Sandgerði og Garði beiðni umsögn. Óskað er umsögnin Grindavíkurbæjar 3 tillöguna Suðurnes. Í þeim tillögum sem bárust var nafnið í 3 útfærslum. Það er nöfnin Suðurnesjabyggð, Suðurnesjabær og Sveitarfélagið Suðurnes. Í leiðbeiningum örnefndanefndar er kveðið á að nafn á sveitarfélagi skuli tengjast viðkomandi svæði sérstaklega. Ef nafn er það sem óskað er staðfestingar á tengist einnig við svæði sem ekki tilheyrir viðkomandi sveitarfélagi ber það að hafa eftirfarandi til viðmiðunar. Krafa er gerð að viðkomandi sveitarfélagi nái yfir meiri hluta þess svæðis sem nafnist tengist og að meiri hluti íbúa svæðisins búi í því sveitarfélagi. Jafnframt liggi fyrir að önnur sveitarfélög á svæðinu sem kunna að tengjast nafninu mótmæli því, ekki sérstaklega að nafnið verði notað af sveitarfélaginu. Heyrðu, orðið er laust. Það hefur engi hvað sér hljóð. Jú, Guðmundur, lengi von á einum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég var nú að standa og fara úr sæti og tjá mig sameiningu minn fyrrverandi sveitarfélags, uppbyggingssveitarfélags, Sandgerði og Garðs. Ég get ekki verið sammála því að nýja sveitarfélagi taki upp nafnið Suðurnes í einhverju mynd. Eins og örnefndanefnd segir, þá skal meirihluti íbúa svæðisins falla undir þessa byggð ef á að taka upp örnefnið til dæmis Suðurnes, sem það gerir þá væntanlega ekki. Þannig að ég skora á þá að finna annað nafn á þessu sterka og fína sveitarfélagi annað heldur en Suðurnes í einhverju mynd. Væntanlega liggur fram bókun hér á eftir. Takk fyrir það, Guðmundur. Páll, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú svolítið sammála Sandgerðingunum með þetta að við hérna síðasta sveitarfélagið að það nú svolítið skondið ef að þeir fara að kalla sig Suðurnesin hérna nyrstu sveitarfélögin á Skaganum. En hérna þannig að ég er svolítið sammálaði. Mér finnst það eiginlega ekki við hæfi. Þeir eru með fullt af öðrum nöfnum sem að tengjast þessum byggðum betur þarna á þess að ég ætla að koma með nöfn hér. Ég saknaði svolítið að sjá ekki hinn nöfnin sem að voru þarna í þessum 10 nafna tillögu. Nei, ég held að það verið yfir 400 sem koma. Já, nei, þið voru búin að velja úr 10 eða ekki sem að. Já, ég hef haft gaman að sjá það en ég er svolítið sammálaði að Suðurnesin svona við hérna síðusti bæri svona kannski ekki alveg við hæfi þó að hérna allavega finnst mér það kannski ekki alveg passa. Já, takk fyrir það, Páll. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræddum þetta bæjarmálafundi hjá okkur í Samfylkingunni í gær og bara þannig að komið skýrt fram á þetta náttúrulega bara 3 nöfn af 10 nöfnum sem nú standa eftir sem eru að taka afstöðu til og ég held að veri kosning núna fyrir páska hvaða nafn nýtt sveitarfélag mun bera. Við ræddum það að kannski ekkert á okkur var svona já, við töldum að það væri örugglega upp eitthvað annað betra nafn fyrir þetta en við vorum sammála það að ef þetta nýja sveitarfélag vill nota orðið Suðurnes í sínu nafni þá vildum við ekkert vera að setja okkur upp á móti því. Reykjanesbær færi að vera Reykjanesbær og ef þeir vilja heita Suðurnesja bær þá munum við í Samfylkingunni ekki gera athugasemd við það. Takk fyrir það, Marta. Ég er nú sjálfur á hérna mælendaskrá. Þetta var svo sem rætt líka hjá okkur í gær og síðdegis hverjum. En ég var bara að pæli þegar við viljum sameinast. Nú er Keflavík og Njarðvík og Hafnin búin að taka Reykjanes og svo Garður og Sandgerði með Suðurnes. Þannig að þá sameinast við bara ekkert. Þannig að það er allt í lagi. En ég velti fyrir mér í þessu og ég, nágrannar og vinnur okkar í Sandgerði og Garði, ég bara vona það að þeir finni bara eitthvað fallegt nafn á sveitarfélagið nýja. En það er klárlega svona ákveðin hvað er hitaveita Suðurnesja og það er kennt við. Það er svona smá flækjustig en ég ætla að bera undir einhver bókun sem var gerð hjá bæjarráði í Vogum og mér finnst þú segja svolítið margt. Án þess að ég sé að taka einhverja beina afstöðu eða við til já eða nei. En hún er svo, þetta er bara lesið frá bæjarráði, bendir á með því að velja nafn á sveitarfélag sem innifelur sig orðin Suðurnes kunna koma upp flækjustig gagnvart þeim samtökum og sameiginlegum stofnunum sem eru í landshlutanum og kenna sig við Suðurnes. Skiljiði það, ég eiginlega get ekki hann að tekja undir þessa bókun og myndi vilja að við bara sameinast að senda sömu skilaboð héðan og bara góðri von að finna bara gott nafn á þetta glæsilega sveitarfélag. En orðið er laust. Einhver? Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég er svolítið sammála Hjálmari í því að þetta er svona segir allt sem segja þarf. Auðvitað ætlar maður ekki að fara að skipta sér að því hvað er skýra króan, nágrannar okkar og vinir. En hérna, þetta er svona bara kurteis ábending og ég get alveg tekið undir það að gera þessa bókun bara að okkar.
Já, við bara lesum þetta aftur. Bent á með því að velja nafn á sveitarfélagið sem innifelur orðin Suðurnes kunna koma upp flækjustig gagnvart þeim samtökum og sameiginlegum stofnunum sem eru í landshlutanum og kenna sig við Suðurnes. Eigum við ekki bara erum við ekki sammála þessa bókun, hún farið með vinsemd og virðingu við vini okkar hinum megin að íhuga þetta mál, þó ekki. Gætum við bætt við eftir á að öðru leyti gerir bæjarstjórn ekki athugasemd við fyrirliggjandi tillögur eða að öðru leyti? Já. Ekki nema að séum. Við erum bara með 3 nöfn. Í raun og veru erum við að fá bara þessi, við erum að fá umsögn þessi 3 sem alla hafa samheiti Suðurnes einhvers staðar í nafninu og einnig vísa til landsvæði sem að við búum á og þið þekkið náttúrulega að það gerist á Suðurnesjum. Það var á Reykjanesi, er ekki orðið sagt lengur í dag en það má rugla þessu saman. Þetta samheiti fyrir þessi 5 sveitarfélög sem voru. Þannig að eins og ég held að þetta sé ekkert stórmál fyrir okkur en við bendum á flækjustig að þetta er kannski ekki gott. Erum við sátt við þetta að þessi bókun sé fram? Þeir sem samþykkið þessari bókun svona. Setja hana beint alveg eins og þeirra eða? Erum við að gera notkar eða? Erum við að setja hana bara hún setjum hana bara svona upp. Þetta er nú bara vitnað í. Við tökum undir með sveitarfélaginu Vogum. Í raun og veru, við erum náttúrulega bæjarráð með vinsemd og virðingu. Heyrðu, þá er nú farið að svona síga á seinni hlutana allan á málafjöldunum sem eru ekki fundagerðir og það er 11. mál, það er beiðni umsögn. Lions klúbbur Grindavíkur óskar eftir tækifærisleyfi. Sýslumaður Suðurnes óskar eftir umsögn tækifærisleyfi vegna fjáröflunarkvölds Lions íþróttahúsinu þann 9. mars. Orðið er laust. Þeir sem eru samþykkir, gjöru svo rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við mælum svo með að þeir þá er það 12. mál. Golfklúbbur Grindavíkur. Íslandsmót 35 ára í Grindavík. Við fengum þarna beiðni inn á bæjarráð. Beiðni frá Golfklúbbur Grindavíkur stuðning og styrk vegna umsókna að halda Íslandsmót í golfi 35 ára næstu 3-5 árin. Bæjarráð samþykkti 300 kr. styrk á árinu 2018 og annað fyrirkomulag á mótstíma verður útfært nánar í samræmi við sviðsstjóra frístunda og menningarsviðs og lagt út fyrir bæjarráð. Við samþykktum þetta í bæjarráði og veittum Björgu umboð að útfæra þetta nánar. Er að ræða golfmót 35 ára aldrið, slíkt er haldið í Vestmannaeyjum, hér og þar landið. Áætlaði gestir 100-150. Við töldum í bæjarráð og vorum alveg sammála. Það væri góð kynning á bænum okkar og þeirri glæsilegu íþróttaaðstöðu sem er hvívetna. Orðið er laust. Gjör svo vel. Breyta tímanum. Annað fyrirkomulag á mótstíma verður útfært nánar. Stangast þetta á við eitthvað? Nei, þetta leist og vitlaust. Var þetta ekki bara hvað er fengið aðgangaða? Við erum ekki að tala um það, nei. Það er ekki á meðan mótið stendur. Annað fyrirkomulag á stuðning í Grindavík á mótstíma. Orðið er laust. Jónar Rut, gjör svo vel. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar, mér líst bara mjög vel á þessa hugmynd. Ég held að þetta verður bara til þess að það muni efla alla
veitingastæði hérna í bænum og bara koma lífa á bæjarbræðin þegar þetta mót verður. Þegar ég var í frístund menningarnefnd þá var mikið einmitt tala um það að bæri myndi eitthvað tíma að taka að sér að sjá landsmót 50 ára eldri, að það væri góður kunnahópur fyrir þjónustun bænum, þannig að ég held að þetta sé svona svipaður hópur af fólki sem að muni vera bara góður fyrir okkar veitingamenn og þjónustu. Þannig að ég styð þessa tillögu. Takk fyrir það, Jón Rut. Orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri sem hafa hvað sér hljóð, þá er bara spurningum að eins og bæjarráð að samþykkja viðauka að fjárhæð 300.000 sem tekið verður að handbæri fér. Þeir sem samþykkja því, gjöru þessu vel rétt upp hönd. Það er samhljóða. Nú leggur forseti til að við gerum hlé á fundinum og einnig þá hættum við beinni útsendingu því eftir liggja fyrir fundagerðir og við klárum það eftir hlé.